Ég búin að verða svo mikið vitni að því að sjá bara krakka sem að byrja í þessu og svo þegar þeir eru búin að vera ákveðin tíma þá byrjaðu þau að bæta sér svo mikið í svo mörgu. Það er ekki bara það að þú standið þig og bætið þig í einhverju íþrótt. Heldur þetta flyst út í annað. Sko að horfa Katrínu, bara afurðina á Katrínu og öðrum stelpum er svo rosalegt. Katrín er sko miklu sterkari stelpa í dag, hún veit meira hvað hún vill líka. Hún er opnari, hún er meira sjálfstraust og við höfum líka fara að hugsa hlutinu upp á nýtt. Það hefur verið gaman að fylgjast með þeim, takast á við alls konar verkefni og yfirstíga þau og það hefur hjálpað þeim bara í lífinu, í skólanum, við samskiptum. Það geta tekist á við erfiðar aðstæður. Maður treysti þeim til að komast í gegnum ýmislegt núna sem að hefur örugglega verið óyfirstíganlegt áður fyrr. Við náttúrulega sjáum rosalega bætingar á æfingunum en það er ótrúlegt að hlusta á foreldrana að tala hvað er að gerast á krökkunum utan vallar. Á þessu 2 mánuðum þá hefur einhvern veginn sjálfstrausti breyst hjá honum. Hann er svona öruggari og hann er agari með sjálfa sig þegar hann kemur heim að æfa sig. Það hefur aldrei gerst áður. Þessi breyting á honum sem einstakling er, ég held sé útilokað að reyna að útskýra það með orðum. Ég veit bara ekki hvernig ég á að lýsa því, sko. Það er svona, í svona hennar hugarfari, sko. Hversu magnað það er, sko. Bara svakaleg. Þróunin á Birnu er bara alveg svakaleg á þessu 2 árum. Að sjá stráki minn bara blómstra, gjörsamlega. Mér finnst það síðan hann byrjaði hjá Brynjari að það er allt upp á við. Það er talað sérstaklega munin á börnunum, í skólanum líka og í kringu þau inn á heimilum. Að það er svona mælalegu munur á svona, veit ég hvað, það er eitthvað aukið sjálfstraust, vita betur, líður betur. Hann er ekki bara búinn að bæta sig extraordinary í körfubolta. Þetta er ruglað að sjá krakkan og maður er svo stoltur þarna en að horfa á hann á körfunni, maður er bara, þetta er strákurinn minn. En það sem mér finnst magnaðast við þetta er samt ekki bara körfuboltinn, heldur bara hin hliðin, sko. Skólinn, mannleg samskipti, ég fæ ekki, það er bara að tala alls staðar bara hvað hann er æðislegur og hvað hann er svo þroskaður og fleira. Hann nennir að hreyfa sig. Hann hefur hingað til, okkur einasta morgni, allra skutla okkur í skólanum. Nei, þú mátt labba, nenni ég ekki. Þú segir það síðan skólagangur byrjaði. Það þegar hann var í 1. bekk. Já. Og svo hefur hann hringt heim líka alltaf að ná í okkur. Nei, alltaf sama svarið, en hann gefst aldrei upp. En núna, þegar hljóðlaust, labbar hann bara í úr skóla án þess að segja neitt. Það hefur bara ekki gerst frá hann byrjaði í skóla. Og það er nánast þetta að setja bara beint strik við það. Það breyttist leið og hann byrjaði í körfuboltanum. Og líka, hann hætti alveg að nota tölvuna. Hann fer aldrei í tölvu eða neitt svona. Og segir bara sjálfur að það er svo miklu betur fyrir mig, ég stend mig núna betur á æfingum, ég stend mig betur í skólanum, ég stend mig betur í öllu. Þannig að, já, það er mjög miklu breytingar hjá hann. Ég bý í Garðabænum en keyri upp á Kjalarnes til að skutla stelpunum á æfingu. Og það var svolítið bara þeirra ákvörðun og þær eru komnar á þennan aldur og ég var tilbúinn að bakka það upp líka því ég veit að þær fá ekki svona þjálfun einstaklega annars staðar. Við finnum þar að þar fær hann bestu þjálfuna sem hann getur nokkuð staðar fengið og síðan það sem hann gefur okkur foreldra líka, þetta skuldbindur okkur foreldra líka mikið. Þú ert búinn að fjárfesta svona mikið þá er ég meina í tíma að keyra þetta. Og þá viltu ekki hætta. Það er að koma arður af fjárfestingunni. Og arðurinn af fjárfestingunni er náttúrulega heilst eftir og betra barn. Og þess vegna er ég náttúrulega stand í þessu, sko. Að keyra upp á Kjalarnes og reyna að halda þessu gangandi og hjálpa til við að taka þátt í öllu. Af því að mér finnst bara að þetta þurfa að vera í boði. Og líka bara að þetta er prógram sem virkar fyrir okkar dreng og eflaust ef hann væri einhvers annars staðar þá væri það ekki að fungera. Þannig að sjálfsögðu er maður til í að keyra upp á Kjalarnes til þess að maður leggur það á sig fyrir barnið sitt ef að prógramið er að virka. Það er bara þannig. Ég sé færi með hann upp í borgarni, sko, en ég er svona væri alveg til að sleppa það. Þegar ég sé svona merkilega ramma þegar sonur minn er þjálfari eins og hann sé afburðar íþróttamaður, sé afreks íþróttamaður, þannig að gerir það verkum að já, þú verður að fara bara inn
ef þú vilt það besta fyrir soninn, hvað sem verður endunum, að þá mun þjálfunin skila honum árangri í lífinu, að hann skilji það að æfa sig áfram og áfram skilar árangri. Ég vil að strákurinn minn og ég veit að minn maður vill fá bestu mögulegu þjálfun sem hægt að fá og ég veit bara að hann færa það þarna hjá Brynjari og ég held að séu bara því miður ekki margir þjálfarar sem eru á hans leveli, skilur, og ég vill bara það besta fyrir barnið mitt og bara sjá breytingun á honum síðan hann byrjaði prógrammi á Brynjari, það finnst mér að magnaðast það, sko. Ekki bara körfuboltaleysi, heldur bara í lífinu, sko. Að sjá bara einhvern ungan strák sem byrjar þarna 7-8 ára gamall, bara hvað hann þroskast mikið. Það það sem mér finnst magna. Og þess vegna ég að keyra upp á Kjalarnes. Og þau eru allt í einu fann að koma sér og foreldrunum og fólkinu sinni í kringum sig á óvart. Og það það sem maður hefur svo oft tekið eftir. Guðmundur náttúrulega svona, hann ekki sér jákvæðasti, hann ekki jákvæðasta barn sem maður hittir á ævi sinni og yfirleitt þegar hann spurður, hann kemur hjá skólanum, hvernig var í dag? Eða bara, það var leim, eða það var leðilegt, eða umrætt. Eða svona bara, hvernig var æfingin? Allt í lagi kemur kannski. Ágætt. Ágætt, jú, kemur stundum, það svona farið að koma ágætt. En svo svo kom hann heim, kom heim úr skólanum á þau ömurlegasta dag ever í skólanum. Bara, það var allir kennarnir leiðilegir, allir strákarnir, vinir hans leiðilegir, það var allt ömurlegt. Og hann hefur hérna 45 mínútur til að fá sér að borða, klæða sig og koma sér á æfingu. Og þetta var svona, þú veist, ég hugsaði með mér, ok, hann á fyrsta lagi eftir að biðja að fá að sleppa æfingu, æfingin verður ömurleg, þetta verður allt hræðilegt. En hann dreif svo æfingu eða eitthvað. Svo kom hann bara heim af æfingu, sólskinsbros og sagði mamma, þetta var geggjuð æfing. Og talaði hann myndist á það hvað dagurinn hefði verið ömurleg í skólanum og svo fór hann á æfingu og hann leið svo vel kvöldið. Og þarna var verið að fara í einhverja hluti á æfingu, þetta var fyrsta æfing eftir mót og það var verið að taka svona varnaræfingar, eitthvað svona sem ekki það skemmtilegasta kannski sem þeir eru að gera æfingum. En hann var þannig alveg, þetta var geggjuð æfing. Þannig að þetta, og fyrir okkur sem foreldra að heyra þetta, þá var þetta alveg, þetta bara svo mikill sigur fyrir svona einstakling og ég veit ekki, það þarf eiginlega ekki að segja neitt meira, þú veist, þetta útskýrða bara af hverju maður vill hafa barnið sitt þarna. Ég meina það bara, þegar barnið kemur heim brosandi og segir þetta geggjuð æfing. Hvað vill maður meira? Ég var ofta að ná í hann, hann var ofta að koma heim úr skólanum og var að tala að það verið að stríða sér eða eitthvað svona og þannig að væri lítill og eitthvað svona bull, sko. Það hefur ekki áhrif á hann lengur einhvern veginn. Hann er svo sterkur andlega, finnst mér. Ég myndi segja að hann væri örugglega sterkari en ég andlega og margt sem að svona ég stundum að læra af 10 ára strák, hann kannski að segja mér einhverja hluti og maður bara eitthvað, wow. Hann að kótsa mig einhvern veginn í mörgum hlutum og segja mér einhver fræði sem hann hefur lært á æfingu eða hvernig sem og mér finnst, já, það bara, það fyrir mér vinningurinn í þessu öllu. Það ekki bara að hann verði vonandi bara frábær körfuboltamaður í daginn, heldur bara líka að við erum að fara að fá alvöru mann út í samfélagið. Já, prógrammið hjá Brynjari hefur gert mjög mikið fyrir stelpuna mínar 2. Önnur þeirra var meira tilbaka, með lítið sjálfstraust, svona kannski ekki mikla náttúrulega hæfileika, sérstaklega í íþróttum. Hjá henni hefur þetta svona elt sjálfstraustið, bætt svona viðhorf hennar og skapgerð, sko. Svo þessi yngri, sko, hún er miklu orkumeiri og svona á yfirborðunni hefur miklu meira sjálfstraust en hefur rosalega litla þolinmæði til þess að læra nýja hluti og komast yfir fyrsta hjallan. Hún er eldklár en það sem prógrammið hefur gert fyrir hana að sett svona pressu á hana þannig að hún hefur lært að fókusera, hún hefur beislað orkuna og hún hefur á auðveldara með að yfirstíga hjalla þegar hún miklar eitthvað fyrir sér. Og svo fá alltaf stanslaust áskoranirnar sem að hún fær ekki annars staðar, sko. Og það hefur gert hana svona bara hamingjusamara barni, sko. Ég náttúrulega þekki orðið ansi marga stráka sem hafa farið í gegnum prógram hjá Brynjari
sem eru orðnir fullorðnir í dag og þeir eru bara eins og fjölskyldan okkar. Og þú veist, það sem að í rauninni þeir átta sig ekkert á fyrr en eftir á hvað þetta gerði fyrir þá. Svo kannski er þetta orðið of svona sjálfsagt þegar maður er of mikið inn í þessu, en það er ekki nema þegar maður fyrir að heyra nýju foreldrana tala um hvað það er sem er að gerast. Þú veist, það er svona kvikna svona perur og fólk bara finnur að barninu líður betur. Þvílík himnasending fyrir okkur að fá Aþenu upp til. Þvílík himnasending, því að þetta er bara breytt þessu barni algjörlega. Ég hefði aldrei getað trúið því. Þú veist, að upplifa það, sjá það og finna og trúa á það, að hans markmið sé að strákur þinn, barnið þitt sem þú elskar svona mikið, að það sé það ná árangri. Þar er ég mjög, mjög hrifinn. Eins og ég hef bara sagt við aðra foreldra, þú veist, og bara útskýrt og lýst bara fyrir þig hvað það hefur gert rosalega mikið fyrir okkar strák. Bara komið þið og sjáið, þú veist, þið verðið ekkert, það verður ekkert allt snúið.